fylgist mjög vel með og lætur vita ef það eru einhverjar athugasemdir. Við erum ótrúlega spenntar að heyra í frambjóðendum til stjórnar og viljum minna félagskonur á að það eru enn sæti í nefndum og það er frábær leið til að gefa af sér og taka þátt í starfinu. Þannig ég hvet áhugasamar til að setja sig í samband við Andreu. En þá ættum við að geta rúllað á stað. Fyrsti frambjóðandinn er hún Guðlaug Hrönn. Hún gat ekki verið með okkur af því að hún er akkurat að ferðast, en þá sjáum við hvort að tæknin hlýður okkur og ég ætla að deila myndbandi sem hún sendi inn. Aðrar eru live hérna, þannig að við gerum hérna share. Góðan daginn, elsku FK-konur. Ég heiti Guðlaug Hrönn, alltaf kölluð Gulla, og ég er að býða mig fram í stjórn. Ég er búin að sitja í 1 ár í stjórn sem varakona og mér langar mikið að vera áfram. Ég er búin að vera í FKA síðan 2018, bæði í viðskiptanefnd og svo í fræðslunefnd, fór svo inn í stjórn núna fyrir árið síðan og bara ég elska að vinna fyrir þetta félag, mér finnst þetta ótrúlega gaman. Þekki mjög vel til félagsins og hefum verið að kynna mér hluti í vetur eins og lagamálin sérstaklega, vinna það áfram og eins hef ég verið að ruslast í nýrri vefsíðu og það brennur svolítið á mér að fá að keyra það mál áfram og fá að klára það. Og skiptir miklu máli að fá umboð sem stjórnarkona til að sitja áfram í þeirri vinnu og leysa það farsællega. Ég er hvað ég segja sjálf mig. Ég er rek fyrirtæki sem heitir GT Ráðgjöf á það ásamt manninu mínum. Var upphaflega bara ráðgjafafyrirtæki en svo höfum við leiðst út í þróun og nýsköpun, þannig að nú er ég orðin frumkvöðull og hef mikinn áhuga á nýsköpunarnefndinni og nýsköpunarmálum. Allt í einu meira farin að láta mig það varða en áður, en reyndar fullyrði það að það væri ekki fyrir FKA og nýsköpunarnefnd þá hefði ég ekkert endilega fattað að ég væri frumkvöðull og átta mig á því ég á heima. Ég á 4 börn, eina stjúpdóttur og var svo amma núna eftir áramótin, þannig að ótrúlega skemmtilegt hlutverk. Eins og ég segi, ég hef ofsalega mikið metnað fyrir hönd FKA, mikla ánægju af því að starfa innan félagsins og bara legg mig fram að mæta á alla viðburði og kynnast starfinu sem best og hjálpa konum, lyfta konum upp og hjálpa þeim að tengjast, skiptir mig gífurlegu máli því að ég kem svolítið úr því, ég kom einin í FKA og ekki með neinum vinum. Þannig að ég bara veit hvað skiptir miklu máli að ná að tengjast öðrum konum og nýta þetta frábæra tengslanett sem og bara eins og Þórdís Kolbrún sagði á viðurkenningarhátíðinni okkar. Það er nóg pláss fyrir margar sterkar konur í atvinnulífinu. Þannig við höfum að lyfta hver annar upp og virkja krafta hverjar annarar og gera það besta úr öllum konum, því að við erum hreyfiafl saman. Ég er á þvælingi í Danmörku, í fermingu hjá litlu frænku minni, en ég kemst í miður hvorki á slúttið á mentorhátíðinni og ekki austur sem að mér langaði alveg ótrúlega mikið að gera, því ég er sjálf á austan. Ég sendi alveg kærar kveðjur til ykkar allra og ég vonast bara til að fá eitthvað stuðning í stjórn. Bye! Já, við þökkum Gullu kærlega fyrir og þá er það næsti frambjóðandi í röðinni og það er Guðrún. Og nú ætla ég að bjóða henni að unmjúta sig og leið og hún byrjar að tala þá setjum klukkunni í gang. Gjörðu svo vel, Guðrún. Hæ, kæru félagskonar FKA. Ég heiti Guðrún Gunnarsdóttir og sækist eftir stuðningi ykkar til að sitja annað kjörtímabil í stjórn FKA. Ég er varaformaður félagsins í dag og mig langar til að fylgja þeim verkefnum eftir sem í gangi hjá stjórn og þeim verkefnum sem taka svo við. Ég hef haft mikla ánægju á starfinu innan FKA, bæði samskiptum við stóran hóp af flottum konum og kynnst mjög mörgum skemmtilegum málefnum. Og mig langar til að halda þessu verki áfram. Einkunnarorð félagsins eiga sérlega vel við, auki tengslanett, sýnileiki og hreyfiafl. Ég var formaður viðurkenningarhátíðar 2023 og fann þá hvað hreyfiafl og tengslanett voru áberandi í þeirri vinnu.
Við þurftum í senn að vera í sambandi við áhrifafólk í að sitja í dómnefnd og leið að velja flotta verðlaunahafa. Frábært og mikilvægt verkefni jafnvægisvogin sem minnir okkur á að það ennþá verk að vinna í jafnvægisbaráttunni, ekki bara launalega, heldur einnig lágt hlutfall kvenna í framkvæmdastjórnum og í stjórnum fyrirtækja hér á landi. Margt hefur áunnist á liðnum árum en betur má ef duga skal. Ég vil einnig fagna fjölbreyttum viðburðum á vegum FKA og öðrum deildum, til dæmis leiðtogaauði, FKA framtíð og atvinnurekendaauði. Svo ég tala nú ekki öll félögin út af landi sem að koma mjög sterk inn. Hvað mig sjálfa varðar, þá ég annar framkvæmdastjóri Fastus ehf, félag sem ég stofnaði árið 2006 með félögum mínum og við seldum svo 2014, en ég starfa hér enn. Í dag 120 starfsmenn hjá félaginu og erum við mjög stóra heilbrigðismarkanum. Við seljum lækninga, hjúkrunarvörur og annan tengda búnað til allra heilbrigðisstofnana. Síðan Fastus einnig mjög öflugt í sölu á stóreldisbúnaði fyrir mötuneyti, hótel, veitingahús og til stórra fyrirtækja. Fyrir utan vinnu og FKA þá ég í sambúð og eigum við saman fullt af börnum og hrúga barnabörnum og það það besta sem eftir utan vinnu og FKA að vera með þeim öllum. Fyrir utan ég mjög mikil útivistarkona og nýt þess að vera úti að leika. Gangi ykkur öllum vel og kæra þakki fyrir mig. Glæsilegt. Takk fyrir. Þá það Gúna. Gjörðu svo vel. Hæ, gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég að læra íslensku en ég ekki komin með tungumálið alveg á hreint. Mig langar því að skipta yfir á ensku og klára kynninguna þannig ég vona að það sé í lagi ykkur vegna. I hope I did justice to this. So, my name is Guna Menshula and I'm 33 years old. Originally, I'm from Latvia, but I lived in UK and other countries before moving to this beautiful land of Iceland. I'm here before you today, not only as candidate for the board seat, but also as an advocate for the operational excellence, inclusion, and teamwork. 3 years ago, I made Iceland my home. Here I decided to settle and build a family, and last year I became mom to a beautiful baby boy, Ragnar Alexander, so I have raising a small Viking at home. And it has been an exhilarating journey of growth and discovery. So after moving to Iceland, I joined Teia in early 21, where I had been instrumental in leading transformative projects across the departments, enhancing processes, significantly uplifting customer satisfaction and the growth of the business. And my role as business operations manager has allowed me to harness my skills in creating synergies that are essential for any organizational success. Prior to that, I was working for the Avis Budget Group Global, where I honed my abilities in strategic business development and operational efficiency, where over 6 years I've cultivated a culture of a high performance. I mentored over 20 sales performance managers across the international region, and we boosted significantly revenue streams, strengthened the service delivery, and I was advocating for alignment across the region. These experiences are underpinned by my commitment to fostering an environment of where teamwork and collaboration are not just encouraged, but are basically a bedrock of our success. I believe these qualities do align seamlessly with FKO mission to empower, include, and advance women in business. If I would be a board member, my priorities would be pretty clear: to enhance our operational excellence as an association, ensuring that not only we meet our strategic goals but exceed them. I would strive to broaden our inclusivity, making sure every member, particularly those transitioning into society, feels welcomed and valued, just as I was when I moved here. And furthermore, I bring a unique international perspective because my journey from Latvia to Iceland has been through diverse culture and business environments. It does equip me to contribute really meaningfully to FKO diversity and inclusion initiatives. And together, I'm confident we can further FKO mission, expanding our reach and impact, making every woman leader feel as integral to our community as I do. I really am eager to serve and contribute and help navigate
to this next chapter. I think behind every strong woman, there is a woman tribe, and I think FKA is that tribe. Very good. Thank you so much for this and keep practicing the Icelandic. Þetta var mjög gott hjá þér. Takk. Herði, næst hún Hafdís. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæru félagskonur FKA. Ég heiti Hafdís Perla Hafsteinsdóttir og ég lögfræðingur að mennt. Undanfarin 16 ár hef ég starfað sem lögmaður og fengist í fjölbreytt verkefni. Nýverið stofnaði ég mína eigin lögmannsstofu Kontrakta og ráðgjafa fyrirtæki 3H ráðgjöf. Og ég skráði mig í FKA síðastliðið haust og eftir að hafa kynnst öflugu starfi félagsins af eigin raun var ég staðráðin í því að taka virkan þátt í því sem félagið hefur upp á að bjóða. Ég hef verið dugleg að mæta á ýmsum viðburðavegum FKA og haft gagn af. Þá hef ég verið eina lögsögukonu félagsins síðan í vor og aðstoða stjórn við lagabreytingar. Það er mikilvægt að konur í atvinnulífinu hafi félag eins og FKA sem getur stutt við þær og elt í störfum sínum, styrkt tengslanetið og verið vettvangur til að láta gott af sér leiða. Mín áherslumál verða að styðja við konur úr fjölbreyttum starfsstéttum og ég vil ná til fleiri öflugra kvenna því það er svo mikið af flottum konum í atvinnulífinu sem ég vil fá inn í félagið til þess að efla það enn frekar. Ég vil halda áfram að efla yngri konur eins og til dæmis var gert með mentorverkefnið. Ég tók sjálf þátt í því og hafði virkilega mikið gagn af því. Og þá langar mig líka að efla fræðslustarf og halda áfram að leiða konur saman. Ég tel að bakgrunnur minn og reynsla sem lögmaður geti nýst FKA í því öfluga starfi sem félagið leiðir og það væri mér mikill heiður og forréttindi að fá tækifæri til að taka þátt í því að efla starf FKA enn frekar og nýta krafta mína og metna til þess að leiða áfram starf þess og stuðla að frekari vexti og styrkingu innviða félagsins. Við vonum þitt atkvæði og frábært samstarf í framtíðinni. Takk fyrir. Kæra þakkir. Takk fyrir þetta. Og þá það Ingibjörg Salome. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ingibjörg Salome Sigurðardóttir heiti ég. Ég alltaf kölluð Inga og Inga Salome og svara því nafni vel. Ég langar bara svona að byrja þess að segja frá mér. Ég er viðskiptafræðingur mennt og með mastersgráðu í árangurstjórnun frá Háskólanum í Aarhus. Þannig að ég lærði þetta í Danmörku og það voru góð og yndisleg ár. Eftir ég kom heim þá fór ég að starfa sem mannauðsstjóri í bæði í bankageiranum og í opinbera geiranum og fannst gaman. Svo gerist það árið 2010 að þá ákveðum við, ég og maðurinn minn, við stofnum okkar eigið fyrirtæki sem heitir Gældir.is. Síðan þá höfum við byggt það upp saman og það hefur verið svona áhugavert og skemmtilegt að byggja upp stórt fyrirtæki með mannum sínum. Í dag erum við með 50 starfsmenn en jafnframt kennir það manni dálítið mikið hvernig það er að vera kona í atvinnulífinu. Bæði í samskiptum innanlands en líka erlendis. Og það var eiginlega þessi vegferð sem kom mér inn í FKA. Ég á 5 börn og 3 barnabörn og þau eru að sjálfsögðu mín gjöf og mín gull og ótrúlega gaman að eyða tímanum með þeim. Áhugamál mín eru hundar. Ég hundaræktandi og náttúrulega kafi í hundunum og elska allt sem viðkemur dýrum og gæludýrum og ég hef verið svona unnið með hundaræktarfélaginu í allskyns svona verkefnum að bæta umhverfi gæludýra á Íslandi, sérstaklega hunda. Og við erum eftir á í þeim málefnum og við þurfum að halda áfram þar aðeins en ég svona færði minn kraft yfir í konurnar vegna þess að ástæðan fyrir því að ég tel mig ég erindi í stjórn FKA og óska eftir atkvæði það að hafa upplifað það að vera kona í atvinnulífinu. Að upplifa og standa við hliðina á manninu mínu það sem að ég hef lagt alveg jafn mikið og bara stundum meira á mig en hann, en það er svo oft sem að ég hef upplifað það sem hversu staða okkar, hversu djúpt það í kjarnanum okkar að leita til karlmanna og þeir hljóta að vera fyrirmyndin og þeir hljóta að vera þeir sem að drífa hlutina áfram og svona. Og fyrir mér og mér finnst bara tölur í jafnvægisvogin og hvernig þetta við þróast, þá þetta bara eitthvað sem mér mjög hugleikið.
Ég hef verið svo heppin að ég var kosin í stjórn FKA til 1 árs síðasta vor, mér til mikilla gleði og ég hef lagt mig mikið fram að starfa með félaginu og leggja bæði mína reynslu í rekstri, reynslu úr viðskiptalífinu, að leggja það inn í vogarskálarnar í að FKA haldi áfram því gríðarlega starfi sem að þær hafa. Er ég búin með tímann? Já, búin með tímann. Ok. Rappa. Heyrðu, já, bara takk fyrir mig og vonandi já, takk. Takk fyrir þetta, Inga. Þá það hún Jasmína. Gerðu þið svo vel. Unmute. Já, góðan daginn, öll sömur, alla saman. Jasmína heiti ég og ætla bara að láta það duga, ég ætla ekki bera hinn 2 nöfnin, en það ekki margar Jasmína á Íslandi, en ég stjórnmálafræðingur að mennt og með diplóma í opinberri stjórnsýslu og hef starfað síðustu 20 árin á þeim vettvangi, bæði á skóla- og velferðarsviði í nokkrum sveitarfélögum. Síðast þá starfa ég sem stjórnandi leiðtogi alþjóðaverndar alþjóðateymisins hjá Reykjavíkurborg og á þeim tíma þar sem við tókum á móti 6.000 flóttamönnum og það hefur gengið vel undir minni stjórn í Reykjavíkurborg þar sem við einu árið 1000-foldumst í raun og veru fjöldan af flóttafólki. Þannig ég hef starfað ég sérfræðingur í málefnum innflytjenda og flóttafólks. Ég sjálf flóttabarn, kem til Íslands 96, búið vera í 28 ár, fæddu uppalin í Bosníu-Hercegovinu, hef búið í stríði í 4 ár áður en ég kem hingað til landsins og verði innflytjandi. Akkurat núna var á tímamótum fyrir rúmt ári síðan og hætti vera stjórnandi og stofnaði mitt eigin fyrirtæki sem heitir Ísráðgjöf og að veita í raun og veru allar þessar reynslu síðustu 20 ára. Reyni yfirfæra á þeir sem vilja fræðast það, að yfirfæra bæði á alla sérfræðinga landsins, þar að segja kennara, börn og stjórnendur og fleira. Og ég hef síðan ákveðið líka að fara aftur ná mér eina gráðu viðbót vegna þess að ég ætla að vera núna í atvinnulífinu, starfa hinn með við borðið. Þá fannst mér vanta þekkingu á því sviði, þannig ég ákvað að skrá mig í nám hjá Háskóla Reykjavík og stunda stjórnundanámi fyrirtækja þar og ég rosalega þið getið googlað allavega nafnið mitt og það kemur mín saga bæði og reynsla. Ég mjög áberandi allavega í þeim málflokki sem ég starfa í og mjög mikið áhugi á því sem ég að segja og gera. Þannig endilega kynnast því. Það sem ég mér finnst rosa mikilvægt að við endurspeglum íslensk samfélag, bæði í stjórnum og samfélaginu og ég tel að konur af erlendum uppruna þurfa að vera miklu meira sýnilegar og miklu meira áberandi. Þannig ég tel að með því að ég gera þessa hluti eins og ég hef gert undanfarin ár, að þannig að valdefla konur sérstaklega erlendum uppruna til að sitja bæði í stjórnum og stofna fyrirtæki og líka vinna í fyrirtækjum. Það náttúrulega rosalega sjaldgæft að sjá konur af erlendum uppruna líka starfa á sínu sviði. Þannig ég myndi vilja efla þessi gildi sem við erum nú þegar með og þess vegna óska ég eftir ykkar atkvæðum. Takk fyrir. Takk fyrir, Jasmína. Og þá það síðust en ekki síst. Sandra, gjörðu svo vel. Já, komið að þér. Þú varst að unmute þig, Sandra. Sandra. Það vantar að unmute þig. Þarna. Ég komi inn núna. Já, en ekki setja fyrir myndavélina þína. Þarna, já, svona. Já, svona þetta. Kann ekki alveg á kefi. Sælar, kæru FKA-konum. Sandra Junhundsson heiti ég og eigandi Arctic Star IHF.
Artistar sekt fyrir einstaka heilsuvöru sína sem framleidd úr íslensku sæbjúgu. Artistars heilsuvöru seldar víða heiminn, meðal annars í Kína, USA og Evrópu. Ég frá Ansan í Kína en flutti til Íslands árið 2002 eftir að hafa búið í Ítalíu í Kína. Ég með meistaragráðu í Asíaviðskiptum og markaðsfræði frá HÍ og BA-gráðu í íslensku fyrir útlendinga frá sama háskóla. Ég hef verið í FKA frá byrjun árs 2022. Hef tekið virkan þátt í félagsstarfinu síðan. Meðal annars var ég í sýnileikanefnd árið 2022 og mjög stolt af því að geta sagt frá því að ég hef tekið þátt í að skipuleggja þennan glæsilega atburði ásamt fleiri frábæru konum í nefndinni. Sama ár var ég í Asíaviðskiptanefnd og tók þátt í ferð FKA til Barcelona sem Asíaviðskiptanefnd stóð á bak við. Ég hef kynnst mörgum frábæru konum í gegnum félagið og mjög stolt af því. Ég sjálf mjög jákvæð, opin fyrir nýju hugmyndum, einnig ég mjög vel skipulögð í þeim verkefnum sem ég tek að mér. Það má segja að sem ég tek mér fyrir hendur, geri ég vel. Ég hlakka til að starfa með ykkur í stjórninni. Ég tel ég hef margt fram að færa. Einnig hlakka ég til að kynna fleirum áhugaverðu konum eins og ykkur. Þín stuðningur, þitt atkvæði skipta miklu máli fyrir mig. Kærar þakkir. Ég bara hlakka til. Kærar þakkir fyrir, Sandra. Og gaman að heyra ykkur nefna nefndirnar og annað og aftur vil minna á að það séu laus sem sæti í þessum nefndum. Það mjög góður stökkpallur inn í félagið. Og svo áður en við förum af upptöku þá ætla ég að minna á að kosningar fara fram frá klukkan 12 á hádegi sunnudaginn 12. maí til 12 á hádegi þriðjudaginn 14. maí. Hún algjörlega rafræn, atkvæðagreiðslan og kjörin svo lýst á aðalfundi. Fer fram með rafrænum hætti til að auka jafnræði og þátttöku og einfalda máli fyrir konur sem ekki heimagengt. Þannig að við minnum á að hafa rafrænu skilríki klár. Og þá ætla ég að biðja Andreu að taka af upptöku og orðið þá laust ef að þið hafið einhverju spurningar, eitthvað sem þið viljið spyrja frambjóðendurnar að. Þetta þessi akademiska þögn. Engar spurningar. Engar spurningar, ekkert í tjattinu, nei. Heyra, þannig að minnum við þá ekki bara á að bara njóta tímans Njóta tímans og baráttunnar. Já, og mun eftir að þið megið ekki deila Facebook eða Instagram eða vera með neinn áráða á hvað segir maður á ykkur sjálfar. Já. Annað en bara ef þið hittu ykkur á laugarveginum. Og ef það einhverju spurningar þá bara endilega hafið samband við kjörstjórn.